Þið verður afsaka röddinni hjá mér, ég búin að vera að berjast við flensu. En mér langaði að tala eins og ég segi, ráðsályktun Guðs. Og hversu margir vita það, eins og við erum búin að segja svo mikið, hversu margir trúa inni, að Drottinn hafi áætlun til heilla en ekki óhamingju, má ég sjá. Við trúum því, sannarlega. En hvernig stendur á því, vinir, að Drottinn fer með okkur í erfiða kringumstæður? Hvernig stendur á því að Drottinn þarf að fara með okkur í dauðans dimma dal? Og við förum í gegnum alls konar kringumstæður sem við ekki skiljum. Takk, blessa þig. Halleluja. Hvernig stendur á því að þegar við biðjum Drottinn kaupahækkun í vinnunni, hvernig stendur á því þegar við biðjum stöðuhækkun, hvernig stendur á því að vinir jafnvel svíkja okkur? Hvernig getur við leyft svoleiðis og hvernig getur það gagnast okkur? Jú, við vitum það, vinir, að Drottinn nota blessanir sannarlega til þess að efla okkur á göngunum með Guði. Hann gefur okkur stundum það sem hjarta okkar þráir. Hann gefur okkur kaupahækkanir. Hann gerir það. Og hann blessar okkur með góðum vinum. En vitið það, og þið hafið sjálfsagt öll fundið fyrir því, sennilega bara, ef við lítum bara 2 síðustu ára aftur í tíman í þessu hruni, þá hafa allir fundið fyrir því með einhverjum hætti. Guð notar líka erfiða kringumstæður til þess að hjálpa okkur á göngunum með sér. Til hvers? Jú, til þess að við drögumst nær honum, til þess að við náum dýpri þekking á honum, til þess að við öðlum skilning á því hver hann er í okkar lífi. Halleluja. Og það virðist oft sem svo að það sé engin tilgangur með hlutunum. Það virðist oft sem svo að við förum í gegnum kringumstæður og við bara áttum okkur ekki á hvað Drottinn er eiginlega að meina með þessu. Við skiljum ekki hvað Drottinn hefur fyrir okkur í þessum erfiðu kringumstæðum. En vitið það, vinir, að það er ekkert í þessum heimi sem að gerist af því bara. Halleluja. Það er þannig. Allt sem við göngum í gegnum, allar kringumstæður, góðar eða slæmar, eru kortlagðar á Guði fyrir þitt líf. Halleluja. Má ég heyra amen? Og þegar við vitum þetta, þegar við áttum okkur á því að það er ráðsályktun Guðs á bak við allt það sem við förum í gegnum, þá förum við að lifa öðruvísi lífi. Við förum miklu frekar að hvíla í Guði með aðstæður sem við skiljum ekki, eins og til dæmis þessar kosningar sem voru í gær. Við vitum vel ekkert hvað framtíðin ber í skauti sér. En við sem trúum því að Drottinn hafi áætlun til heilla en ekki til óhamingju, við hvílum í Guði. Halleluja. Dísi Guði. Hann hefur þetta allt í hendi sinni. Hann hefur líf okkar allra í hendi sinni. Halleluja. Og þess vegna eigum við sem kristi fólk að gera minna af því að kvart og kveina og fara að þakka Guði fyrir kringumstæður sem við ekki skiljum. Því að Drottinn getur hugsanlega verið að bjarga þér frá einhverjum hörmungum ef hann myndi leyfa og samþykja og svara öllum okkar bænum. Halleluja. Hann sé stærri myndina. Hann gerir það og við erum vissum það. Hann veit hvað máli snýst. Halleluja. Mér langar til þess að fara í reikningastað. Dísi Guði. Halleluja. Við sjáum víðsvegar í orði Drottins að hans áætlun, hann þekkti okkur áður en við vorum til. Sjá hvað stendur hér. Augu þín sáu mig ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Drottinn hefur áætlun með okkar líf, elsku vinir, og hann hefur sannarlega áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Allt sem við göngum í gegnum er til þess að við lærum af því. En við þurfum að taka líka ákvörðun að læra af því. Halleluja. Og þar liggur oftast nær hundurinn grafinn. Drottinn er búinn að loka hurð fyrir okkur og við stöndum bara fyrir utan hurðina og við böngum og böngum og böngum og böngum og við viljum komast inn. Og Drottinn er búinn að segja, nei, þú ferð ekki hér inn. Og hann er búinn að opna risastóra hurð sem er alveg í hans ljósi, dýrlega blessanir handan við horsins, en við bara föttum það ekki, út af við stöndum og við erum endalaust að banka á sömu dyr. Við gerum það, vinir, og það er afskaplega mannlegt og bara ofboðslega skiljanlegt, en það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf.
Drottinn segir að þegar við förum í gegnum kringumstæður, þá var hrista á okkur rykið. Halleluja. Þegar dyrnar lokast, hristum á okkur rykið og tökum stefnun á það sem að Drottinn raunverulega ít okkur með kringumstæðunum. Halleluja, má ég heyra með. Halleluja. Halleluja. Og í Rómverjabréfinu 8:28 stendur, og þetta vers hefur verið mér ofboðslega kært í gegnum tíðina, og þetta segir svo margt. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Það samverkar allt til góðs. Meiri segja þessar kringumstæður þar sem einhver talaði við þig og kallaði þig asna. Meiri segja það kringumstæður þegar einhver vinur minn sveik mig. Meiri segja þessar kringumstæður þar sem að samband eitt við einhvern gekk ekki upp. Guð hefur þá aðra áætlun, vinir. Halleluja. Festumst ekki í okkar eigin áætlunum. Treystum því að Drottinn hafi áætlun til heilla en ekki óhamingju. Hann mun veita okkur vonaríka framtíð. Og ef við getum hort á hlutina svona í þessu guðlega samhengi, trúið mér, við förum að hvíla miklu betur í Guði. Við förum alltaf að skilja það. Það áætlun og tilgangur með öllu því sem við förum í gegnum. Halleluja. Það það sem að þráir að sýna okkur. Halleluja. Og hann ekkert búinn að missa tökin, vinir. Og þetta sem að gera, maður sér kannski vanmátt stjórnmálamanna. Hugsið ykkur, þetta með ISAF, það allir einhvern veginn, það veit enginn raunverulega hvað á að gerast næst. Hugsið ykkur hvað við búum við, það kannski svo augljóst hvað við búum við mikinn vanmátt. En aftur, ég bara treysti því að Drottinn hafi áætlun til heilla en ekki til óhamingju. Ég veit að mun leið okkur út. Halleluja. Og hann sannarlega, ég trúi því, með þessum kringumstæðum, bara fyrir íslenska þjóð, þá hann að kenna okkur eitthvað. Hann að kenna okkur að við þurfum fyrir það fyrst að læra að vera í einingu. Það eitthvað sem við kunnum ekki. Við þurfum að læra að vera í einingu og gangi í takt, halleluja. Og við þurfum að læra að hlusta á hann. Hvert Drottinn að segja okkur að fara í þessum kringumstæðum? Hvert vil Drottinn leiða okkur, halleluja? Við erum svo föst oft í okkar eigin hyggjuviti. Og það ekkert sem gerist sem bara út af því. Það hefur allt tilgang, það hefur allt áætlun, það hefur allt guðlega áætlun til þess að koma okkur á þann stað sem að Drottinn hefur fyrir okkur. Hann hefur fyrirbúið okkur stað. Hann hefur fyrirbúið okkur að við náum árangur í okkar eigin lífi. En til þess að við náum árangri, vinir, þá þurfum við að þroskast. Og hvernig gerum við það? Jú, við gerum það með jákvæðum kringumstæðum, ekki spurning. Drottinn blessar okkur til góðra verka, ekki spurning. En mörg okkar því miður þurfum að fara í gegnum erfiðleika til þess einmitt að Drottinn loki alveg hurðinni til þess að færa okkur á þann stað sem hann raunverulega vill að við förum á. Halleluja. Tökum leiðsögninni, vinir. Halleluja. Aðlögumst kringumstæðunum og biðjum Drottinn að leiða okkur í það átt sem hann sannarlega vill að við förum. Halleluja. Hugsið ykkur. Hvað hefði gerst ef að Jesús, hann var maður fullkominn, hann var syndlaus, gjörsamlega. Hvað ef hann hefði sagt, herðu, Guð, Júdas búinn að svíkja mig, ég bara neita þessu. Hann búinn að svíkja mig og ég hef ekki gert neitt rangt. Hvað ef hann hefði bara mótmælt því að Júdas hefði svikið hann? Þá hefði aldrei því sem að Drottinn hefði átt að uppfylla hér á jörð, hans ráðsályktun, hans guðlega ráðsályktun, aldrei náð fram að ganga. Halleluja. Júdas hafa með eitt stærsta hlutverkið. Hugsið ykkur. Hann sveik Drottinn, en það var nauðsynlegt. Hefði hann ekki svikið Drottinn, hefði hann ekki sett ferlið af stað, það hefði ekki orðið krossfesting. Það hefði ekki orðið upprisa. Það hefði ekki orðið eilíft líf. Júdas var lykil maður í þessu ferli. Ég hefði ekki viljað vera í hans hlutverki, sannarlega ekki. En hann var nauðsynlegur til þess að Drottinn færi á krossinn og til þess að við eigum eilíft líf í dag. Má ég heyra amen? Halleluja. Það sama gildur okkur, vinir. Ef einhver svíkur þig, ef einhver gerir eitthvað á þinn hlut, það geti bara þýtt að Drottinn með stórkostlega áætlun og hann að breyta stefnuðinni, hann að breyta henni, hann að aðlaga að þeirri stefnu sem hann vil hafa fyrir þitt líf. Má ég heyra amen? Halleluja. Halleluja.
Og við færumst alltaf smátt og smátt inn í það áætlun sem að Drottinn hefur fyrir okkur. Nei, hvað gerir ég hérna? Þessi kveði. Og vinir, ef að Drottinn myndi og hefði viljað að þú myndi giftast þessum og þessum með einhverjum sem að þú hefur í huga og það hefur ekki gerst, þakkaðu Guði fyrir það. Halleluja. Hann hefur þá eitthvað betra fyrir þig. Það er þannig. Drottinn er almáttugur. Ef að þetta er makinn fyrir þig, þá verður það makinn fyrir þig. Halleluja. Ef ekki, þakkaðu Guði. Halleluja. Og það sama með kauphækkuna. Drottinn sér það sem að við sjáum ekki. Já, ég segi nú kannski ekki kauphækkun. Það er alltaf gleðilegt að fá kauphækkun. En enga síður, eins og með stöðuhækkanir, hlutir sem að við ekki sjáum. Ég er búin að vera svolítið að hugsa Bruce Almighty. Hafið séð myndina? Bruce Almighty. Hann var Guð í nokkra daga og hann svara öllum bænarefnu bara með jái. Og hvað gerðist? Það fór allt bara í kless í heiminum. Út af við vitum ekki endilega hvað er best fyrir okkur. Hefði Drottinn svara bænum mínum þegar ég var 15 ára gömul þann sem ég vildi giftast, þá var ég í þunglyndi í dag. Ég skal bara segja ykkur það. Það hefði ekki verið gott mál. Nei, í alvörunni. Drottinn veit. Við vitum ekki. Halleluja. Og við þurfum að treysta því að hann er ekki bara að leggja fyrir okkur snörur. Hann er ekki bara inn að fella okkur og gera okkur erfitt vik. Hann hefur okkar best interests. Hann hefur okkar hagsmuni að leiðarljósi. Halleluja. Hann hefur það og hann sér alla myndina. Halleluja. Dýrsi þér. Halleluja. Og svo annað vinir. Margir tala margir. Mér finnst rosalega gott. Drottinn í mínu lífi notar hann oft fólk sem að segja mér að ég get ekki gert hitt og þetta. Ef fólk segir það við mig, ég get ekki gert hitt og þetta, vitið það, það er ekkert sem brýnir mig jafnvel að klára hlutina og klára það með A+. Halleluja. Drottinn notar erfitt fólk til þess að hrinda okkur áfram, að gera vilja hans. Og það er merkilegt. Hann hefur gert það ítrekka við mig. Og Drottinn hefur, ég kannski ekki að fara nánar út í það, en Drottinn hefur sannarlega notað erfitt fólk til þess að koma mér á þann stað sem hann hefur viljað. Halleluja. Fólk hefur sagt til mig, nei, þú getur þetta ekki. Og ég hef ákveðið að gera það. Halleluja. Og það sama veit ég fullt af fólki hérna inni. Hann notar erfitt fólk. Halleluja. Önnur Mósebók 14:4. Ég vil herða hjarta Faraós og hann skal veita þeim eftirför. Ég vil sýna dýrð mína á Faraó og öllum liðsafla hans, svo Egyptar skulu vita að ég er Drottinn, og þeir gjörðu svo. Og þarna sjáum við skýrt og greinilega, Drottinn gerir þetta. Hann hafði áhrif á hjarta Faraós. Hann herti hjarta Faraós. Og við sjáum þetta viðsvegar í ritningunni, að þarna, hann leyfir erfiðum hlutum að eiga sér stað. Til að mynda, við þekkjum söguna Jóab. Hann sannarlega, hann hafði skjólgarð í kringum líf sitt. Drottinn setti skjólgarð, við talaðum í Jóabsbók. En svo kom Satan og hann sagði, ég veit af hverju að Jóab er svona góður og þægur og hún gengur svo vel. Það er út af því að þú er búin að setja hann skjólgarð í kringum hann. Og þá sagði Drottinn, ég skal taka hann skjólgarð í burtu frá honum og sjá hvernig hann reynist í raununum. Og við þekkjum söguna, hann fór í gegnum hreinar hörmungar, hann fór í gegnum alveg hræðilega erfiða tíma og hann misti allt. Þetta var auðugur maður, hann átti fullt af börnum, þau týndu lífi og konan hans hvatti hann til þess að formæla Guði og hann sagði, nei, Drottinn gaf og Drottinn tók, lofa sér nafn Drottins. En Drottinn var á eftir einhverju lífi Jóabs, hann var á eftir einhverju hrókar sem lá í hjarta hans. Og þegar hann var búin að átta sig á því hann Jóab, þá iðraðist hann í sand og ösku. Hann iðraðist raunverulega. Og það sem að gerist það að Drottinn, þegar hann er búin að iðrast, þegar hann er búin að nálgast Drottinn og hann er búin að leiðrétta sjálfa sig, hvað gerir Drottinn? Hann gefur honum 2-falt tilbaka það sem hann áður hafði. Halleluja. Halleluja.